Við erum með Greta Sigfinn, varnarmann KR-inga. Greta, þetta var virkilega erfitt í dag og við vorum svolítið lengi í gang. Já, það bara alveg rétt. Ég meina, Grótta bara með hörkulið og við vissum það alveg. Og en við vissum náttúrulega líka að við myndum brjóta múrina, þá þetta ekki, kannski, þá þetta léttari róður. Og þegar það kom þá var þetta miklu einfaldara, þá gátum við haldið boltanum mikið betur, settu svo annað mark, hefðum getað sett auðvitað fleiri, en minna, þeir voru bara góðir, það ekkert að segja annað. Ertu ánægður með leikliðsins? Hefðirðu viljað vinna þetta stærra? Já, auðvitað hefði viljað vinna þetta stærra, og ég ekki ánægður með leikliðsins, en þetta eru bara, það erfitt að gera sér stundum upp í svona, og minna, ég get ekki sett annað, en þeir voru bara góðir. Var gervigrasið eitthvað að há mönnum við það? Nei, ég meina, eitthvað kannski, nei, ekki frekar. Það hefur verið svolítið mikið umræðin að við erum gríðarlega oft dæmdir rangstæðir. Núna, þú sem gamall sóknarmaður að einhverju leyti, þetta hlýtur að fara í taugarnar á þér. Já, ég náttúrulega sóknarmaður, en þetta fer gríðarlega í taugarnar á mér, jú, og menn verða náttúrulega geta séð línuna og sérstaklega þegar við erum á móti liðið sem við erum með mikinn hraða okkar og geta séð línuna og komið á ferðinni og nýta þetta þannig. Það var mjög leiðilegt að vera verið rangstæðir. Annað mót á sunnudaginn kemur, Framar í Laugardalum. Hvernig líst þér á þann leik? Bara mjög vel. Ég meina, við erum komið mikið sjálfstraust. Ég held að Keflavíkurleikurinn gaf okkur gríðarlegt sjálfstraust í sérstaklega spili. Við sáum hvað við getum gert þegar við spilum boltanum, höldum honum niðri og það það sem við ætlum að gera á móti Fram og við ætlum okkur sigur og ekkert annað. Greta, þakka þér fyrir og takk fyrir. Við erum komið með Stefán Loga Magnússon, markvörð okkar KR-inga. Stefán Loga, þetta var nú afskaplega rólegt hjá þér hérna aftast í dag. Já, þetta var rólegt, en það var bara gaman að sjá að gamli maðurinn hinum megin. Hann ennþá alltaf góður til þess að með fullri vinningu fyrir Gróttu þá var hann ekki verið að spila í annarri deild. Ég held að hann myndi sóma sig í hvaða lið sem í úrvalsdeild og ég hafði bara mest gaman af því að fá að horfa á hann og finnst hann ennþá bara alveg frábær. Hann hélt Gróttu ansi vel lengi inn í leiknum. Hvernig varstu ánægður með útispilið? En það gekk spilið, var stundum svolítið hægt hjá okkur á Gróttu, en fengur svolítið að stjórna leiknum. Varstu ánægður með hvernig leikurinn þróaðist hjá okkur? Já, ég var mjög óánægður með hvað vorum lengi átt okkur á því. Þurftum að láta boltan ganga og hleypa öllum í liðin inn í leikinn og þetta gerist ekkert af því að það sé ykkur 1 og 2 að fara að búa allt til sjálfur. Þannig að ef við gerum það ekki á móti lakari liðinu þá gerum við ekki á móti betri liðunum í landsbyggðardeildinni en það hafðist og 2-0 er 2-0 en hefði alveg mátt koma fyrr. Þú ert svona í heildinni yfir ánægður með leikliðsins. Á sunnudaginn kemur þá mætum við Frömmurum í 8. umferð Pepsi-deildarinnar. Hvernig leggst sá leikur í því? Hvernig finnst þið Framararnir? Ég get sungið lag fyrir þig, það kemur mér óalega í huga. Allavega mikil tilhlökkun að spila á móti Fram og við skulum bara hugsa textan, það best þannig. Já. Við látum það vera ágætis logoður í kvöld. Takk fyrir Stefán. Einmald á Seltjarnarnesinu. Siggi, þú ert með Gróttumerki yfir hjartanu. Já, ok. Og KR-merki hægra megin. Hvoru megin með hvoru liðinu hélstu í kvöld? Ég hélt með Man City, eins og ávallt. Með hvoru liðinu hélstu í kvöld? Þetta óþarfa pressa. Ég starfsmaður Gróttu, ég þigg launin þar. Þetta óþarfa pressa. En Man City kom sterklega í gegn í kvöld sem liðið sem ég hélt með. Ertu ánægður með úrslitin? Ertu ánægður með leikinn? Já, mér fannst ég bara að fá ágætt sleik út úr þessu. Og KR-ingarnir þurftu að hafa svolítið fyrir þessu. Guðmundur Pétursson var nú ekki á markaskóna, það var reyma eitthvað vitlaust á þessu skóna fyrir leikinn. Hann geta klárað þetta hugsanlega fljótlega í fyrra leik, en hann eins og oft í bikarleikum, hann gerist ekki, þannig að það var svona spenna í leiknum í 70 eitthvað mínútur og það var gott, skemmtilegt fyrir áhorfendur sem voru fjölmargir hérna í kvöld. Er komin einhver tala vallamett á nesinu? Já, ég hugsa það var talað að það hefur verið 1814 nákvæmlega. Þú áttaði vonandi að því að KR fær helminginn aðgangsverðinu með þetta endaleg tala sem verið gefinu upp? Það voru 444 börn 10 ára yngri sem greiddu ekki aðgang. Það hafði þetta á hreinu. Nú ert þú að tala við spesialistinn þessu og Grótta fær 60%, skiptingin er 60-40.
og það hafa á hreinu. Það heitir svo kallega framkvæmdakostnaður sem 8% innkomu en afgangurinn skiptist jafnt á milli liða. Þegar búið að taka framkvæmdakostnaður síðan 20% fyrirfram skiptir ekki máli. Það alltaf 20% ákveðið. Við þökkum Sigurði Helgasyni fyrir